tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskoðun vaxtamarka höfuðborgarsvæðisins, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins húsnæðisuppbyggingu í Úlfarsárdal, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins skipulag byggðar í Geldinganesi, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að festa Reykjavíkurflugvöll í sessi út skipulagstímabil aðalskipulags Reykjavík 2040, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kostnaðarmat sviðsmynda vegna stálgrindarhúss við Álfabakka og tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins stjórnkerfisúttekt, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hagræðingu í stafrænni umbreytingu og tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins ráðningabann, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins mannréttindaskrifstofa verði sameinuð velferðarsviði, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fækkun upplýsingafulltrúa á vegum borgarinnar, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskipulagningu á rekstri félagsbústaða, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sölu ljósleiðarans ehf., tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins undirbúning á sölu Höfða, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sölu bílastæðahúsa, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins rekstrarútboð sorphirðu og tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að hraða snjallvæðingu umferðarljósa í Reykjavík. Einnig lögð fyrir fundargerð forsætisnefndar og frá 14. febrúar og þar undir einn liður númer 2 sem lausnarbeiðni Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttur borgarfulltrúa. Einnig leggjum við fram fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. febrúar og fundargerð velferðarráðs frá 31. og 5. febrúar. Forseta hefur borist ósk frestun mála frá 1 til 19. Og ef enginn hreyfir mótmælum, gjörðu svo vel. Hildur Björnsdóttir, stutt athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég geri athugasemdir við að hér eigi að fresta reglulegum fundi borgarstjórnar vegna þess að 5 flokkar ætli að taka sér óratíma í óformlegar og svo formlegar viðræður. Hér bíða mörg mikilvæg málaafgreiðslu, ekki bara hér í borgarstjórn, heldur líka inn í fagráðum borgarinnar. Við erum komin inn í rúmlega hálft kjörtímabil og málin eru alveg skýr. Það er að minnsta kosti alveg skýrt í huga okkur sjálfstæðismanna hvað er mikilvægt að gera hér, það sem eftir lifir kjörtímabils og það endurspeglast meðal annars í þeim 18 tillögum sem við leggjum fram hér í dag. Ég óska eftir því við forseta að kosið verði sérstaklega hverja og eina frestunartillögu. Kosið verði sérstaklega hverja og eina af þessum 19. Forseti getur orðið við því og ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls. Forseti mun þá fara í gegnum hverja og eina tillögu. Borgarfulltrúar vinsamlegast verið tilbúin með atkvæðaseðlana ykkar. Þá hefjum við atkvæðagreiðslu og það þá tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins leikskóla og daggæsluúrræði og þau sem eru samþykk að fresta því vinsamlegast gefi merki. Og það eru atkvæði Samfylkingar, Pírata, Vinstri grænna, Flokks fólksins og sósíalista, þau sem móti kunna vera, og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins. Hjáseta, hjá Viðreisn og Framsókn, sýnist mér. Ekki rétt hjá mér. Þá það tillaga númer 2, borgarfulltrúa Framsóknarflokksins heimgreiðslu til foreldra sem bíða eftir dagvistunarplássi. Þau sem eru samþykk frestunartillögu vinsamlegast gefi merki og það eru fulltrúar sósíalista, Vinstri grænna, Flokks fólksins og Samfylkingar, þau sem móti kunna vera, og það eru fulltrúar Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins, hjáseta, hjá Viðreisn. Og þá það tillaga númer 3, það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins heimgreiðslur, þau sem eru samþykk af frestun vinsamlegast gefi merki, það Samfylkingin, Flokkur fólksins, Vinstri græn og sósíalista, þau sem móti kunna vera, og Pírata, fyrirgefiði, og þau sem móti kunna vera eru Sjálfstæðisflokkur og Framsókn, 3 atkvæði. Hjáseta hjá einum fulltrúa Framsóknar og Viðreisn. Og þá það númer 4, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskoðun vaxtamarka höfuðborgarsvæðisins. Þau sem samþykk að því máli verði frestað vinsamlegast
gefið merki og það er Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri grænar og sósíalistar sem samþykkja það og þau sem á móti kunna vera eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Hjáseta, hjá Viðreisn og Framsókn. Og þá það 5. og það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins húsnæðisuppbygging í Ólafsárdal. Þau sem eru samþykk frestun, vinsamlegast gefið merki. Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri græn og sósíalistar. Þeir sem á móti kunna vera eru Sjálfstæðisflokkur, 3 atkvæði Framsókn, Hjáseta hjá 1 atkvæði hjá Framsókn og hjá Viðreisn. Ok, þannig að þá er það á mótatkvæði alls Framsóknarflokksins. Þá er það tillaga nr. 6, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins skipulag byggðar í Geldinganesi. Þau sem eru samþykk frestunartillögu vinsamlegast gefið merki. Það er þá Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri græn og sósíalistar. Þau sem á móti kunna vera eru Sjálfstæðisflokkur og Framsókn. Hjáseta hjá Viðreisn. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að festa Reykjavíkurflugvöll í sessi út skipulagstímabil aðalskipulags Reykjavíkur til 2040. Þau sem eru samþykk frestunartillögu vinsamlegast gefið merki. Og það eru engar nýjar breytingar í því. Það er sem sagt Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri græn og sósíalistar og þau sem á móti kunna vera. Það eru þá núna Sjálfstæðisflokkur og allur Framsóknarflokkur. Takk fyrir það. Og þá er það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kostnaðarmat sviðsmynda vegna stálgrindahúss við Álfabakka. Þau sem eru samþykk frestun vinsamlegast gefið merki. Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri græn og sósíalistar. Þau sem á móti kunna vera. Og það er þá Sjálfstæðisflokkur og Hjáseta hjá Framsókn og Viðreisn. Þetta er æsispennandi. Það er þá tillaga nr. 9, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins stjórnkerfisúttekt. Þau sem eru sammála frestun vinsamlegast gefið merki. Og það er Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri græn og sósíalistar. Þeir sem á móti kunna vera. Og það er mótatkvæði frá Sjálfstæðisflokknum og Hjáseta hjá Framsókn og Viðreisn. Þá er það 10. tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hagræðingu í stafrænni umbreytingu. Þau sem eru sammála frestun vinsamlegast gefið merki. Það er Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri græn og sósíalistar. Þau sem á móti kunna vera. Og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins og Hjáseta hjá Framsókn og Viðreisn. Og þá er það nr. 11 tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins ráðningabann. Þau sem eru sammála frestun vinsamlegast gefið merki. Og það er Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri græn og sósíalistar og þau sem á móti kunna vera. Og það er atkvæði Sjálfstæðisflokksins á móti og Hjáseta hjá Viðreisn og Framsókn. Það er tillaga nr. 12. Það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins mannréttindaskrifstofu verði sameinuð velferðarsviði. Þau sem eru samþykk því að fresta því máli vinsamlegast gefið merki. Og það er Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri græn og sósíalistar. Þau sem á móti kunna vera. Og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins alls og Hjáseta hjá Viðreisn. Og það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fækkun upplýsingafulltrúa á vegum borgarinnar. Þau sem eru sammála frestun vinsamlegast gefið merki. Og það er Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri græn og sósíalistar. Þau sem á móti kunna vera. Og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins með Hjásetu hjá Framsókn og Viðreisn. Og þá er það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskipulagningu á rekstri félagsbústaða. Þau sem eru samþykk frestun vinsamlegast gefið merki. Og það er Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, VG og sósíalistar. Þau sem á móti kunna vera. Og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins, Hjáseta hjá Framsókn og Viðreisn. Það er bara drykkjupása hjá forseta. Það er nú eitthvað nýtt. Já. Svona er þetta. Herðu, það er tillaga nr. 15. Það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sölu ljósleiðarans. Þau sem eru sammála frestun því máli vinsamlegast gefið merki og það er Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, VG og sósíalistar. Þau sem á móti kunna vera. Og það eru Sjálfstæðisflokkurinn, Hjáseta hjá Framsókn
og Viðreisn. Þá er það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins undirbúning á sölu Höfða og þau sem eru samþykk frestun á því máli vinsamlegast gefið merki. Og þessar lyftingar eru hollar og góðar fyrir hreyfinguna, ég lofa. Pröfiði nýjar hendur, það er allt í lagi, ég þarf bara að sjá grænt, en það er sem sagt Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri grænir og sósíalistar, þau sem á móti kunna vera. Og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins og það er hjáseta hjá Viðreisn og Framsókn. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sölu bílastæðahúsa. Mistum við atkvæði? Já, það er komið. Það er sem sagt tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sölu bílastæðahúsa, þau sem eru samþykk frestun. Það er Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri græn og sósíalistar, þau sem á móti kunna vera. Og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins og hjáseta hjá Framsókn og Viðreisn. Þá er það 18. tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins rekstrarútboð sorphirðu, þau sem eru sammála frestun vinsamlegast gefið merki. Og það er Samfylking, það er Píratar, Flokkur fólksins, Vinstri græn og sósíalistar, þau sem á móti kunna vera. Það er atkvæði Sjálfstæðisflokksins og hjáseta hjá Framsókn og Viðreisn. Þá er það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að hraða snjallvæðingu umferðarljósa í Reykjavík, þau sem eru samþykk frestun. Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, VG og sósíalistaflokkur, þau sem á móti kunna vera. Atkvæði Sjálfstæðisflokksins, hjáseta hjá Viðreisn og Framsókn. Þá eru tillögum 1–19 frestað. Fundargerð forsætisnefndar frá 14. febrúar, annað liður lausnarbeiðni Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttur borgarfulltrúa og ef enginn hreyfir mótmælum þá legg ég nú bara til að það verði samþykkt samhljóða og sé ég að það er gert og óskum við henni góðrar ferðar hérna yfir götuna, hún er nú farin. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. febrúar og fundargerð velferðarráðs frá 31. febrúar og 5. febrúar eru hér lagðar fram. Ekki eru fleiri mál á þessum fundi. Enga bókanir þannig. Okay. Ég er búin með 20. Ætlaðir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Kjartan Magnússon, og þú upplýsir okkur undir hvaða fundargerð og undir hvaða lið. Gjörðu svo vel. Góðir borgarfulltrúar, ég kveð með hljóðs undir 20. lið fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. febrúar og þar undir 3. lið. Og þetta snýst þetta mál þéttingaráform fráfarandi meirihluta, í Grafarvogi. Og hver veit, við vitum ekki, kannski verður það líka hluti af stefnu þess meirihluta sem verið að mynda. Nú, þetta mál hefur verið til umræðu í umhverfis- og skipulagsráði í vetur og í kjölfar kynningar á tillögum síðasta sumar og við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum haldið vöku okkar í þessu máli, tekið þátt í umræðum þetta, en afstaða okkar er óbreytt og höfum tekið skýra afstöðu til þeirra tillagna sem liggja fyrir og voru kynntar síðasta sumar. Og ég vil nota þetta tækifæri til að ítreka enn og aftur þá afstöðu að óviðunandi sé að svokallað húsnæðisátak í Grafarvogi verið þvingað fram á forsendum ófurþéttingarstefnu vinstri flokkana. Allar slíkar hugmyndir þarf að útfæra í góðri sátt og með raunverulegu samráði við íbúa viðkomandi hverfa. Varðandi Grafarvog þarf til dæmis að taka ríkt tillit til staðaranda hverfisins og hagsmuna núverandi íbúa, til dæmis með því að ganga ekki á grænsvæði sem mörg hver eru rótgróin og ein helsta ástæða þess að fólk hefur valið hverfi til búsetu. Ljóst er að margir þeir þéttingareitir sem kynnt hefur verið að séu til skoðunar í Grafarvogi ganga gegn þessum sjónarmiðum og koma því ekki til greina að mati borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins.
Í ýmsum tilvikum gert ráð fyrir miklum þéttleika byggðar og ófáum bílastæðum. Slíkt skipulag hefði óhjákvæmilega áhrif á lífsgæði þeirra íbúa sem fyrir eru til hins verra. Samráð við Grafarvogsbúa hefur verið takmarkað í málinu og tillögurnar mætt mikilli andstöðu eins og kunnugt er. Æskilegt væri því að tillögurnar eru dregnar tilbaka í heild sinni, en þess gætti í framtíðinni að auka samráð við íbúa hverfisins varðandi viðamiklar breytingar á skipulagi. Það er rétt að minna á þetta hér því að það er mikið í deiglunni í borgarstjórninni eins og menn vita, og það virðist vera þannig í borgarstjórn að það virðist alltaf vera hægt að mynda nýjan meirihluta sem er aðeins til vinstri en sá síðasti. En ég vona samt að þeir sem vinna að stefnuplaggi nýs meirihluta, þeir taki tillit til þessara athugasemda og taki tillit þess varðandi þá vinnu sem er væntanlega í gangi ennþá varðandi þéttingaráformin í Grafarvogi. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, tveir hafa óskað eftir að koma upp í andsvar, borgarstjóri og Alexandra Briem. Gjörðu svo vel, Einar. Forseti, ágæta borgarstjórn, það bárust fjölmargar athugasemdir við þau uppbyggingaráform sem voru kynnt fyrir allar okkur síðan. Umhverfis- og skipulagssvið hefur verið að vinna úr þeim athugasemdum og komið með tillögur í trúnaði inn í umhverfis- og skipulagsráð. Ég held að það sé alveg óhætt að greina frá því samt að það er búið að breyta þessum upphaflegu hugmyndum umtalsvert til þess að koma til móts við íbúa og áhyggjur þeirra. Ég hvet þá flokka sem eru að mynda núna nýjan meirihluta til þess að halda áfram með málið en gefast ekki upp, af því að það er mikilvægt að halda áfram húsnæðisuppbyggingu, og þessi leið sem við höfum verið að fara að finna lóðir sem hægt er að gera byggingar hafa mjög hratt í úthverfunum er skynsamleg leið, þrátt fyrir að áformin hafi verið gagnrýnd. Þannig að það verður gaman að geta farið með það inn í hefðbundið skipulagsferli. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari. Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarstjóra fyrir svarið, og það var alveg rétt sem framkom í hans máli. Það er unnið að málinu. Þetta hefur verið til skoðunar og nýjar tillögur í mótun, en þær eru sveipaðar trúnaði og þess vegna er ekki hægt að fjalla neitt um þær hér að svo stöddu. En ég vonast auðvitað til þess að þær tillögur sem endanlega verða lagðar fram að þær verði til bóta, og auðvitað eru ýmsir möguleikar til þéttingar byggðar fyrir austan Elliðaár en ekki síður fyrir vestan. En það verður að tryggja, og leggja áherslu á það verður að tryggja mjög gott samráð við íbúa hverfisins, og ég treysti því að hvaða meirihluti sem tekur hér við eftir nokkra daga, að hann taki það samráð við íbúa alvarlega. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá er þessum andsvörum lokið, en þá veitir andsvar Alexandra Briem fellur frá andsvari. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls undir fundargerðum. Borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls undir fundarsköpum. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langaði aðeins að gera grein fyrir atkvæðagreiðslunni sem fór hérna fram áðan. Andstaða okkar í framsókn við það að fresta tilteknum málum hér sem eru á dagskrá, og hún er kannski meira tákgræn heldur en raunveruleg. Mér finnst eðlilegt að þeir flokkar sem eru að mynda núna meirihluta fái til þess ráðrúm, og það stóð aldrei til að þessi fundur yrði hlaðinn tillögum í ljósi aðstæðna. Það er hins vegar brýnt að hér komist á starfhæfur meirihluti, þannig að mér langar að úr þessum stóli að hvetja oddvita þessara flokka sem er að mynda þennan meirihluta til góðra verka, og óska þeim góðs gengis í myndun þessa meirihluta, og vonandi verður hægt að boða til borgarstjórnarfundar sem allra fyrst til þess að ræða verkefnin sem að þessi flokkar hafa sett á blað. Af því að það er rétt sem oddviti Sjálfstæðisflokksins nefndi hér áðan, það er brýnt að halda áfram, þannig að það gangi ykkur vel.
Borgarstjóri hefur þá lokið við að gera athugasemdir um fundasköp. Allar bókanir hafa borist og enginn hefur óskað eftir að taka til máls að þessu sinni. Okkur ekkert að vanbúnaði en að slíta fundi. Klukkan nákvæmlega 12:28, fundi slitið í borgarstjórn í dag.